Góðan daginn. Þá setjum við 887. bæjarstjórnarfund Mosfellsbæjar á þessum fína degi 14. janúar 2026. Á þessum fundi erum við með tvo varabæjarfulltrúa. Hér situr hún Hansína Þorbjörg Sólbjörnsdóttir í fjarveru Örvars Jónssonar. Og Hjörtur Arnarsson hérna með okkur frá Gilista í fjarveru Ásgeirs Sveinssonar. Og eins og glöggir áhorfendur sjá væntanlega þá ég hér í sæti forseta í stað Örvars. Þá okkur bara ekkert að vanbúnaði. Á þessum fundi erum við að fara að taka til afgreiðslu 3 fundagerðir, eina frá bæjarráði, eina frá velferðarnefnd og eina frá skipulags- og umhverfisnefnd. Og síðan erum við með þó nokkurn fjölda af fundagerðum til kynningar, 15 stykki telst mér til. Já, og þá okkur ekkert að vandbúnaði og þá opna ég fyrir umræðu fundagerð 693. fundar bæjarráðs Mosfellsbæjar. Þar voru á dagskrá 3 mál. Og það opið fyrir umræðu og bæjarfulltrúi Halla Karen Kristjánsdóttir hefur óskað eftir að koma til máls. Ágæti forseti, góðu bæjarfulltrúar, ég kem hérna upp fyrir máli 1.2, útboð á kaupum og LED-lömpum og götulýsingu. Mér langaði bara, hér tillaga að við förum í 3. og 4. áfanga LED-væðingar og götulýsingu hér í Mosfellsbæ. En mér langaði kannski, ég ætla svo sem ekkert að tala bara endilega það beint, heldur undir sama máli verið að segja svona frá stöðu LED-væðingar. Og mér langaði bara aðeins að fara yfir það, þegar mér finnst þetta svo gott framtak að nú komið árið 2026 og að þessu ári erum við búin að skipta út 1400 lömpum og 350 og skipta perur í 350 lömpum einnig. En kannski aðalmálið okkar fyrst, við byrjuðum á þessari vegferð 2023 og hún á að enda 2028. En 2023 fór aðalega í að búa til eða setja þessa heimtaugaskápa og ég nú engin sérfræðingur hvað það almennilega en það víst nauðsynlegt til þess að geta gert þessa LED-lýsingu. Og það komnir svona skápar út allan bæ, 50 talsins og 2 eftir sem koma á þessu ári. Hins vegar núna árið 2026 að þá erum við að fara í það að sjáum að forrita stýringu á þessum LED-lömpum. Og það hafa kannski einhverjir sem hafa fengið þetta í sína götu séð að ljósið alltaf jafn skært, hvort sem það að morgni sem að kvöldi og miðjan dag eða eitthvað, ef það ekki búið að slökkva á því. En þarna með því að forrita þessa stýringu, að þá hægt að dempa ljósin þegar við á. Og sko, af hverju ég að segja þetta? Það kannski bara, það eiginlega bara út af því að þetta svona fjárhagslega gott fyrir bæjarfélagið þegar fram í sækir. Vissulega erum við að eyða peningum núna og þetta verkefni, það var áætlað, það náttúrulega ekki búið, það áætlað upp á 335 milljónir og það hefur staðið allavega hingað til og vonandi heldur það áfram, en það mun spara okkur gríðarlega peninga þegar fram í sækir. Og eitt sem ég vissi ekki, en ég búið að segja mér það, að viðhaldskostnaður líka talsvert lægri heldur en nú á núverandi búnaði. Og það talað að 80% minna rafnotkun munum við nota með LED-lömpum heldur en núverandi búnaði. Þannig ég segi bara, vel gert. Takk fyrir. Takk fyrir. Áfram umræðan opin þennan lið í þessari fundagerð ef einhver vill tjá sig lið 1-2. Svo ekki, þá spyr ég hvort einhver vilji tjá sig aðra dagskrárliði sem voru á dagskrá þessa fundar. Já, Jana Katrín, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kemur upp undir máli 1.3 sem var að athugasemd Hestamannafélagsins Harðar við fyrirhugaðri stækkun Hlíðarvallar.
Ég kom reyndar upp undir þessu sama máli fyrir einhverjum vikum síðan þegar það kom líklega undir skipulagsnefnd, ef ég man rétt. Mér langaði bara aðeins aftur að vekja máls á þessu og ég ræddi það þá að ég teldi að þessi öryggisúttekt sem gerð var einhliða. Það var ekki tekið tillit og ekki verið að ráðfæra sig við þá aðila sem að hafa með öryggi hestamanna að gera og öryggi á reiðstígum. Þannig mér langaði að vekja athygli á því aftur og spyrjast aðeins fyrir það hver staðan á þessu máli er. Bara, ég missti af þessum fundi nefnilega þegar það var tekið fyrir í bæjarráði sem var óheppilegt. Þannig að, já, fleira var það ekki. Takk. Já, Halla Karen. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Takk bæjarfulltrúi Jana Katrín. Þetta mál náttúrulega bara í vinnslu. Það að vísu búið að boða íbúafund 22. janúar, það ekki? En það eru samtöl við forsvarsmenn Hestamannafélagsins. Stjórnsýslan á í samtalum við þau. En mér langar kannski aðeins, þú veist, út af því að þú kemur, eða bæjarfulltrúi Jana Katrín kemur svona ábendingu varðandi öryggisúttektina. Og mér langar kannski bara aðeins að fá að fara aðeins lengra. Þú veist, aðalmálið af hverju við erum að fara í þessar breytingar allar eins og fólk allavega sem hér situr veit að það var út af því að það var gerð athugasemd frá golfurum þegar ný íbúagata þarna í Súluhöfða sem næst golfvellinum var boðin út og fólk keypti dýrum dómum að þá var gerð athugasemd að þarna yrði vandamál. Og nú svo bara voru byggð hús og vandamálið kom. Og það náttúrulega eðlilegt þegar maður býr við golfvöll, hver fær ekki einn og einn bolta, það kannski eðlilegt þegar maður býr við golfvöll. En að 400 boltar eða 300-400 boltar komi að einu sumri við 4. brautina sem var aðalhættu brautin þarna, að það ósættanlegt. Og við tók rosalega erfiður tími þegar við vorum að vinna því hvað væri hægt að gera, setja net, gera þetta, gera hitt og þetta. Þannig að í þessu samtali öllu við íbúa, við golfið til að minnka brautina sem þeir svo gerðu, gerðum við samning við það að það væri, og þeir komið með þá hugmynd að þeir gætu breytt legu golfvallarins, þannig að þeir væri slegið í aðra átt og breytt bara skipulaginu. Nú ég engin golfhönnuður heldur, en málið var að þetta var gert til að gæta öryggis og þetta gert í góðri trú við það að við öll, og því ég segi öll, hestamenn, íbúar, útivistafólk, golfarar og bara fólki sem býr í nágrenni, að það verði enn betra öryggi. En hér erum við að fjalla og það alveg rétt, að hér erindi frá hestamennum, þar sem þeir eru ósáttir við margt. Það samt búið að upplýsa ýmislegt og ræða og hlusta, en það sem allavega ég sem stend hér, og ég búin að segja það áður, ekki sérfræðingur, þá verður maður náttúrulega, þú veist, það eru margir búin að koma að þessu máli. Það skipulagsfulltrúi, það umhverfissviði, það skipulagsnefndin, það búið að fjalla þetta og skoða þetta. Og aðalmarkmiðið við að breyta legu golfvallarins sem verður til þess að það að bæta öryggi, draga úr hættu og líkams- og eignartjóni vegna golfbolta og útfærslu tillögurnar í þessu deiluskipulagi eða tillögu byggir á landmótun. Ég held nefnilega að margir átti sig ekki alveg á því og þyrftum kannski að fá eitthvað svona þrívíddarmódel. Að þú veist, það er mjög mikill hæðamunur og sem gerir það að verkum að maður ekki eins nálagt og það koma nýjir stígar fyrir útivistafólk, það koma undirgöng, það kemur bætt yfirsýn, það verður tekin tré sem villa, þú veist, eða svona byrgja sýn og skýrum skilmálum og merkingum og mótvægsaðgerðum. Við tökum alvarlega að hestamenn eru ósáttir og við erum búin að halda fundi og við erum búin að hitta það og annað, en ég verð að segja líka að
bærinn okkar stækkar. Bærinn okkar stækkar og það þrengir öllu. Það þrengir líka golfur. Það meiri byggð nær golfvellinum. Það eru fleiri að spila golf, það eru fleiri að hlaupa, það eru fleiri að hjóla, það eru fleiri að gera alls konar skemmtilegt. Og við verðum einhvern veginn, ertu til í að rétta mér, ég ekki eins og þurr í munnunum. Það allt í lagi, bara skál. Við verðum einhvern veginn að finna lausn. Við eigum hennan dásamlega Mosfellsbæ saman, við sem búum hérna. Og þeir sem koma að heimsækja okkur. En við verðum einhvern veginn að finna einhverja lausn þar sem við öll getum haft það gott og öll getum notið þessara perlu. Og hvernig á að gera það? Það örugglega alltaf þannig að það verði ekki alveg allir 100% ánægðir. En við erum að... Já, takknefnir, akkurat. En það sem ég langar kannski að segja að með þessari áhættugreiningu eða þessari öryggisúttekt þá var talað að það væri mótvægisaðgerðir, væru hæðamunurinn, það væri þessi gróður sem ég er búin að nefna. Við þurfum að hafa skilti þar sem minnir okkur á, bæði gangandi, hjólandi, hestamenn, golfara, að það hætta framundan og atvik og slysaskráning ásamt að hafa fleiri skilti og svo, ég veit ekki, ég ætla ekki kannski að fara nánar út í alla þessa teikningar, en ég vil líka minna á að golfið á sinn tíma, að það frá júní til lok september. Hvað þetta? 4 mánuðir? Júní, júlí, já, 4 mánuðir. Nú ég stressuð. Það eru 4 mánuðir. Hestamenn, nú ég fyrrverandi hestakona, ég kannski ekki alveg hvernig nútíminn orðin aðeins öðruvísi. Þið eru lengur á hestbaki heldur maður var í gamla daga. Því að maður fór með hestana fyrr út í haga. En það samt príma dæmið frá október og ég veit ekki, svo það eitthvað fram að sumri. Það eru ekki allir hestamenn á sumrin að fara í útreiðatúr, en auðvitað þarf að vera öryggi og við verðum bara að finna lausnina. En ég vil samt ávarpa þetta með finnst við ættum að geta fundið leið að nota þetta alls saman. Og ég veit að að hestar eru flott, eru bara dýr og þau geta hræðst við alls konar, en svo kannski spurning, það eru líka fullt, og nú örugglega þetta vont að ég segi þetta, en ég ætla samt að segja það fullt öðru reiðstígum og kannski yfir þennan annan tíma golfarans að þá þarf kannski ekki endilega að fara þessa leið. Eða vera bara að sýna varkárni, horfa til hliðar og fram og aftur og bæði golfarar, hjólreiðafólk og hestamenn. En við ætlum að reyna að finna lausn á þessu. Það kannski svarið, en það rosalega langt svar að stuttu svari. En bara takk fyrir. Takk fyrir. Áður en að ég gef Jönu Katrínu orðið, þá ætla ég samt að segja að ég gaf mjög svo lausan tauminn og já, ég kann ekki að segja á íslensku hvað, þetta var ekki viljandi gert að segja taumur, en það var viðeigandi. En ég gaf mjög lausan tauminn í umfjöllunum þennan lið og ég mun veita Jönu Katrínu sama frelsi, en við þurfum samt að muna það að við eigum að tala það sem andlag fundarins, þannig að við verðum að reyna að halda okkur innan þess sem liggur fyrir fundinum. En svona ég bara hress og kátt í dag og gefi Jönu Katrínu orðið. Ég megi samt ekki láta reyna of mikið á mig, sko. Forseti, bæjarfulltrúar, þetta ekki að miklar ágjur, ég skal vera aðeins meira on point. Takk fyrir svarið. Það kannski tvennt sem langar að koma framfæri. Það annars verð það að ég mjög meðvituð það hvers vegna við erum að fara í þessa breytingu á golfvellinum. Og ég veit að það þrengt að öllum og þetta náttúrulega eins og þú nefnir. Fólk bara farið að vera stundum meira útivist sem bara jákvætt. Hins vegar finnst mér það má náttúrulega ekki halla samt á að það verið að tryggja öryggi á einum stað, þá má það ekki halla á einhvern annan hóp, í þessu tilfelli hestamenn. Þannig það það eina sem ég að reyna að vekja athygli á, að það þarf að taka til þess. Og ég vakti athygli á því síðast að það til reiðveganefnd til dæmis á vegum Landssambands hestamanna sem að sérhæfa sig í þessum málum, þá má tala við þá. Vegagerðin hefur líka gefið út alls konar tilmæli og leiðbeiningar. Varðandi
sumarið og notkun þessara svæða, þá er þetta ein af þeim reiðlaugum sem hafa verið skilgreindar sem númer 1. Þannig þetta er æfingasvæði, keppnisvöllurinn okkar er þarna. Þannig að til dæmis þegar við erum með mót, þannig ekki langt sem við vorum með stórmót, heldum Íslandsmóti hérna fyrir börn og ungmenni í Mosfellsbænum, þá er þetta upphitunarssvæði, til dæmis. Við rekum tvo stóra reiðskóla hérna í bæjarfélaginu og þetta er ein af vinsælustu leiðunum, bara svo það sé sagt, og það er rekið yfir sumartíma, fyrst og fremst. Þannig að það er sannarlega verið að nota þessa reiðleið, þetta skiptir máli og ég veit að það er að reyna að gera vel. Ég vildi bara vekja athygli á því að það má ekki halla á einhvern veginn þegar það er verið að tryggja öryggi á öðrum stað. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Anna Katrín. Er einhver annar sem að óskar eftir að taka til máls undir þessum dagskrárlið? Svo er ekki, þá er eitt mál eftir af dagskrá þessa fundar og spurning hvort einhver hefur áhuga á að bjóða í að tala um það. Nei, það sést ekki. Þar með getum við tekið þessa fundargerð 1693 fundar bæjarráðs Mosfellsbæjar til afgreiðslu og ég bið þá bæjarfulltrúa að rétta upp hönd sem að samþykkja fundargerðina. Og það eru 11 hendur á lofti og þar með telst hún samþykkt. Þá vindum við okkur í aðra fundargerð til staðfestingar sem er fundargerð 37. fundar velferðarnefndar Mosfellsbæjar. Fundur sem var haldinn í desember. Á þessum fundi voru 4 mál á dagskrá og það er opið fyrir umræður ef einhver vill tjá sig. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls undir þessari fundargerð og ég ber hana því upp til atkvæða. Þeir sem samþykkja fundargerðina, vinsamlegast gefa merki. Og það eru 11 hendur á lofti og hún telst þar með samþykkt. Þá vindum við okkur í 3. dagskrárlið þessa fundar. Það er 13. fundargerð skipulags- og umhverfisnefndar. En áður en við förum og tökum hana til efnislegrar umfjöllunar þá hefur verið óskað hérna eftir fundarhlé og við verðum við því.
Við hefum þá fund að nýju og eins og ég sagði hér rétt áður en fundarhlé var tekið að nú komið að umræðu týna þessu hérna. Fundargerðar 13. fundar skipulags- og umhverfisnefndar Mosfellsbæjar sem haldinn var þann 9. janúar síðastliðinn. Á fundinum voru 2 mál til umfjöllunar og ég opna fyrir umræðu fundargerðina og Sævar Birgisson hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir, gestur. Ég kem upp undir máli 3.1, fyrsti áfangi Blikastaðalands deiliskipulag. Þarna erum við að staðfesta ákvörðun skipulagsnefndar sem var samþykkt einróma að auglýsa og kynna deiliskipulag fyrir fyrsta áfanga Blikastaðalands í samræmi við skipulagslög. Mikil og góð vinna hefur farið fram þennan skipulagsáfanga og hann einn sá umfangsmesti, ef ekki sá umfangsmesti í sögu Mosfellsbæjar. Greinargerð deiliskipulagsins fylgir hér í gögnum máls og verður hún gerð opinber íbúum bæjarins í kjölfar þessa fundar og þar má sjá gríðarlega vandað og ítarlegt plagg sem ég hvet að sjálfsögðu sem flesta til að kynna sér. Vel. Ég vil leggja áherslu á að þessi tillaga afrakstur vandaðs ferlis og mikils samráðs. Enda skipulagsferli einhverju lýðræðislegustu sem getur og hafa íbúar og aðrir hagaðilar fjölda tækifæra til að koma sínum sjónarmiðum á framfæri, enda erum við að vinna þessi mál í sameiningu. Það eðlilegt að íbúar staldri aðeins við þegar gera á eins mikla breytingar á Blikastaðalandinu og spyrji spurninga. Þess vegna mikilvægt að ferlið sé eins gagnsætt og lýðræðislegt og raun ber vitni. Í ferli þessa máls var skipulagslýsing auglýst í desember 2023, vinnslutillaga var kynnt í desember 2024 og haldinn fjölsóttur opinn kynningarfundur í Hlégarði í janúar 2025. Þá var haldið opið hús á Blikastöðum í júní 2005 með leiðsögn svæðið og kynningu á fyrsta áfanga. Auk þess voru haldnar vinnustofur með kjörnum fulltrúum nefnda og ráða og embættismönnum og niðurstöður þeirra funda höfðu mótandi áhrif á skipulagsvinnuna. Það var jafnframt haldinn fjöldi funda með umsagnar og hagsmunaaðilum, svo sem betri samgöngum, vegagerðinni, strætó, veitum og fleirum. En eins hefur verið mikil og góð samstaða í skipulagsnefnd í þessari vinnu, líkt og afgreiðslu mála þessu tengdu bera með sér. Það skiptir miklu máli að þetta samráð búið að vera lifandi ferli sem skilaði breytingum og betrumbótum á skipulaginu. Skipulagssvæðið í fyrsta áfanga Blikastaðalands nær yfir 34,8 hektara og gert ráð fyrir 1260 íbúðum að hámarki og þetta eru því 36 íbúður að hektara. Til samanburðar þá gæti ný byggð í Úlfarsárdal orðið 50 íbúður að hektara og jafnvel enn meira í Keldnalandinu. Það því gert ráð fyrir mun dreifðari byggð í Blikastaðalandinu sé horft til annarra sambærilega uppbyggingarverkefna á höfuðborgarsvæðinu. Enda það meira í anda sem hefur þekkst í Mosfellsbæ í gegnum tíðina. Við umfjöllun skipulag nýrra hverfa oft freistandi að horfa fyrst og fremst á magntölur, fjölda íbúða, nýtingarhlutfall og þéttleika. Þær stærðir skipta vissulega máli en þær segja ekki alla söguna. Og þær geta aldrei einar og sér mælt gæði skipulags eins má reikna magntölum með ýmsum hætti og því alltaf möguleiki á einhverri skekkju í samanburði á milli svæða. Skipulagning svæðis eins og Blikastaðalands snýst fyrst og fremst hvernig svæðið er nýtt, hvernig byggð, opin rými, náttúra og samgöngur vinna saman og hvaða upplifun og lífsgæði verða til fyrir þá sem þar búa, starfa og dvelja. Þéttleiki í Blikastaðalandinu ekki markmið í sjálfu sér, heldur verkfæri til að ná stærri markmiðum, sjálfbærum samgöngum og betri nýtingu innviða. Þess vegna meiri þétting þar sem hún skilar mestu gæðunum við borgarlínu og miðsvæði
en byggðin léttari þar sem landslag, náttúra og aðliggjandi byggð kalla á mýkri nálgun. Í skipulaginu gert ráð fyrir borgarlínu í gegnum svæðið, með stöð við Blikastaðabæinn og meiri þéttingu næst henni til að styðja við forsendur hágæða almenningssamgangna. Samhliða þessu lögð rík áhersla á gangandi og hjólandi samgöngur með samfelldu og öruggu stígakerfi sem tengir hverfið við þjónustu, útivist og aðra hluta bæjarins. Á sama tíma tekið mið af því að bíllinn verður áfram hluti af samgöngumynstrinu. Þess vegna verður megin aðkoma akandi til og frá svæðinu frá Vesturlandsvegi Baugshlíð en einnig gert ráð fyrir annarri tengingu til að dreifa umferð betur þar til borgarlína tekur við stærra hlutverki. Umferðargreiningar sýna með 2 tengingum næst ásættanlegt flæði og öruggar aðstæður á álagstíma. Skipulagið leggur jafnframt áherslu á fjölbreyttar húsagerðir, sérbýli, raðhús, parhús og fjölbýli sem blandaðar eru saman á skipulagðan hátt. Þessi fjölbreytni skapar forsendur fyrir blandað samfélag þar sem fólk á ólíkum æviskeiðum og með mismunandi þarfir getur fundið sér heimili. Þá einnig lögð áhersla á fjölbreytni í útliti byggðarinnar, meðal annars með mismunandi húsaformum, þakhalla og litum og svo framvegis, og það skapar ekki aðeins sjónrænan fjölbreytileika heldur styrkir ásýnd hverfisins og gerir það meira lifandi. Ef við berum Blikastaðalandið saman við önnur nýleg uppbyggingarsvæði, til dæmis Helgafellshverfið, þá sjáum við að við stöndum frammi fyrir miklum tækifærum. Blikastaðalandið býður upp á einstakt landslag, sterka tengingu við náttúru og mikla möguleika til að móta græn svæði, opin rými og útivist sem burðarás byggðarinnar. Það skapar forsendur fyrir aðlaðandi byggð þar sem náttúran og græn svæði eru ekki aukaatriði heldur í forgrunni. Sem tengir sterkt við það einkenni sem Mosfellsbær hefur hvað mest, nefnilega nálægð við náttúruna. Skipulagstillagan endurspeglar þessa nálgun. Það þarf þó að taka fram að við erum að vinna með uppbyggingarsamning sem upphaflega var gerður á síðasta kjörtímabili af síðasta meirihluta. Uppbyggingarsamningurinn hefur verið uppfærður með viðaukum þar sem eigendur Blikastaðar skuldbinda sig meðal annars til að greiða hærri innviðagjöld og breytingarnar voru samþykktar af öllum bæjarfulltrúum. Með viðaukum skapast meiri fyrirsjáanleiki fyrir Mosfellsbæ, bæði hvað varðar fjármögnun innviða og framkvæmd uppbyggingarinnar í heild. Þetta styrkir fjárhagslegar forsendur verkefnisins, dregur úr áhættu fyrir sveitarfélagið og tryggir að uppbygging á Blikastaðalandi geti farið fram með ábyrgum og eins sjálfbærum hætti og kostur er. Enda erum við ekki bara að horfa til næstu ára fram í tímann, heldur áratuga. Og því það verkefni fyrir kjörna fulltrúa framtíðarinnar að sjá til þess að skipulaginu verði framfylgt sem fyrr með hagsmuni Mosfellsbæjar að leiðarljósi. Takk fyrir. Einhver annar sem óskar eftir að taka til máls undir þessum lið? Dagný Kristinsdóttir. Virðulegi forseti, ég kem upp undir sama lið fyrsta áfanga Blikastaðalands og það má nú segja Bæjarfjall Sævar hafa nú farið bara svolítið vel yfir verkefnið og hvernig hlutirnir hafa verið þar. En það sem við erum að ræða hér í dag er fyrsti áfangi af 3 í stærsta uppbyggingarverkefni bæjarins sem við byrjum að telja fyrr og síðar. Og svona þegar maður skoðar gögnin og þá náttúrulega kannski allt til að hafa það svona bak við eyrað að við sem að náttúrulega stöndum hér erum náttúrulega búin með allir ríkar aðgang á gögnum en aðrir íbúar og við erum búin að vera að fylgjast með þessu svolítið langan tíma. Svona fyrir mitt leyti að þá finnst mér það skipulag svona þegar maður sér þetta á pappír þá finnst mér að bera þess merki að landeigandi hefur lagt finnst mér talsverða vinnu í það að gera þetta vel. Allavega held ég að sveitarfélagið hafi ekki kannski haft fjárhagslega burði að fara svona á dýptina. Og það er líka kannski allt í lagi að hafa það bak við eyrað að það er búið að vera þverpólitísk sátt uppbyggingu á Blikastaðum í eiginlega frá upphafi. Allavega þegar maður skoðar gamla fundargerðir. En svo höfum við alveg skipta skoðanir kannski á einstaka þáttum. Það sem að
mér langar nú kannski bara að nefna svona í ljósileika þessar umræður sem hafa búin að vera hér í sveitarfélaginu að þetta mál umdeilt og það má alveg vera það á ekki að vera sjálfsagt mál að tvöfalda bæinn á þess að fólk hafa á því skoðanir og fá komið á framfæri. Það verða margir angar í þessu verkefni sem að á komandi árum við eftir að sjá þegar allir framkvæmdir fara á stað. Þannig að þetta núna erum við bara að leggja þetta fram til kynningar og við í Vinum Mólsbæ höfum rætt mikilvægt þess eiginlega frá bara árið 2002 að mikilvægt þess að íbúar fái aðkomu að málinu og núna það að gerast með formulegum hætti. Það sem við erum að gera í dag að við erum að leggja þetta fram eða samþykkja þetta fara í auglýsingu og kynningu. Við erum ekki að samþykkja neitt þannig að þetta kemur aftur til okkar. Og við viljum hvetja íbúa til að kynna sér þetta skipulega vel og koma svo með þær ábendingar og athugasemdir sem að þeim finnst að komast á framfæri. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Dagný. Ég ætla að biðja þig að staldra við því að forseti bæjarstjórnar ætlar ekki að sjálfur segja orðið og biður Dagný að stýra fundi á meðan. Takk fyrir. Takk fyrir forseti, það þarf ykkur að stjórna mér. Við sleppum mér ekki lausur heldur. Ég vil bara þakka bæði bæjarfulltrúa Sævari Birgissyni og Dagnýju Kristóttur fyrir þeirra erindi og umfjöllun þetta mál. Ég sammála því sem að þau hafa sett hér fram. Ég alveg sammála því að það allt í lagi að við séum ekki sammála þetta mál. Að öllu leyti, annað væri það nú sko ef við værum öll alveg 100% sammála. Það hins vegar gríðarlega mikilvægt fyrir okkur öll að við förum út í samfélagið með réttar upplýsingar og að við höldum á lofti því sem réttir í málinu og það hellingur sem maður hefur orðið var við undanfarið sem þarf að leiðrétta. Hins vegar vil ég ítreka það sem kom hérna fram hjá Dagnýju og held ég Sævari reyndar líka. Við núna eftir þennan bæjarstjórnarfund núna, þá að hefjast sko kynning á verkefninu. Það að segja, þetta lýðræðislega verkfæri sem að við höfum og það sem okkur ber að hafa samráð við íbúa samkvæmt lögum og bara góðum stjórnsýsluháttum. Þannig að hér verða opnir fundir, hér munu liggja fram í gögn og ég tek undir mikilvægi þess að íbúar kynni sér þetta vel. Því að því miður þá hef ég einhvern veginn allavega, ef ég tala bara fyrir mig persónulega, upplifað það að það sé verið að reyna að hræða fólk með svona einhverjum fyrirsögnum. Og þá ég ekki að tala neina bæjarfulltrúa hér því að við höfum verið eins og komið inn á bara sammála í verkefninu. Það hefur verið mjög góð samstaða meðal allra bæjarfulltrúa og í skipulagsnefnd líka þetta verkefni og hvernig það hefur verið unnið. Og það hefur verið eins og við töluðum hérna á síðasta bæjarstjórnarfundi, maður var bara hlýtt í hjartanu yfir því hvað okkur tókst þetta vel. Vegna þess að við erum öll sammála það að þetta skiptir bæjarfélagið svo ofboðslega miklu máli. Og þess vegna líka svo mikilvægt núna, við höldum áfram að vanda okkur. Við höldum áfram að passa upp á orðræðuna, upplýsingarnar, það allt í lagi að leiðrétta það sem ef það einhver misskilningur einhverja hluti og ég alls ekki að segja að fólk sé að halda einhverju fram vísvitandi vits eða vísvitandi að villum fyrir fólki, ég ætla ekki að gefa neinum það en það erum við sem höfum ítarlegustu upplýsingarnar. Nú komið að því að við deilum þeim með öllum. Við getum það ekki á vinnslustigi. Það ekki hægt, sko bæjarfélagi getur ekki allt verið inni í málinu á vinnslustigi. Það bara eðli málsins samkvæmt í fulltrúalýðræði þannig að við erum fulltrúar Mosfellinga í bæjarstjórn, við vorum kjörin til þess. Þetta svo niðurstaða sem við höfum komið okkur saman ásamt landeiganda og nú gefst öllum Mosfellingum hins vegar tækifæri til að tjá sig það, kynna sér gögnin, tala við okkur, tala við starfsfólkið
ég hugsa að landeigandi sé meira en til í samtal líka ef einhver hefur áhuga á því. Þannig að það er bara hægt að kynna sér þetta frá öllum hliðum og síðan að senda inn umsögn. Ef þú hefur athugasemdir, sendi inn umsögn. Því að eins og Sævar kom inn á, þá erum við búin það hefur í tvígang verið hægt að senda inn umsagnir, annars vegar skipulagslýsingu á Blikastaðalandinu sjálfu og síðan í drögum að aðalskipulagi og fólk hefur nýtt sér þetta og það hefur verið tekið tillit til alls konar hluta í meðhöndlun málsins. Það breyttist frá því fyrsta sem við kynntum opinberlega og það sem liggur fyrir núna. Þannig að þú veist, það er ekki hægt að segja að við hlustum ekki, við gerum það. Og já, ég er ánægð með þetta, mér finnst deiliskipulagið eins og það liggur fyrir bara mjög spennandi. Ég er mjög ánægð með áhersluna sem lögð er á tenginguna við náttúruna, að það eigi að taka upp Skálatúnslækinn aftur, leyfa honum að flæða. Mér finnst þetta allt til bóta og þarna erum við með, fólk áttar sig kannski ekki á því almennt en sko skógurinn í Hamrahlíðinni tilheyrir þessu landi líka. Þannig að það er í eigu sömu, þetta landsvæði er allt í eigu sömu aðila. Þannig að þetta er bara frábært útivistarsvæði, þetta er frábær staður, held ég, til að búa á. En það verður engin neyddur til þess að búa þarna, ef við líst ekki á skipulagi, þá er bara gömlu góðu tangarnir og holtin alltaf best fyrir finnst okkur sem búum þar. Þannig að manni finnst nú venjulega best að búa þar sem maður býr sjálfur, en ég held að þetta getur bara verið virkilega fallegt hverfi okkur öllum til sóma. Við erum að brjóta þarna nýtt land, við erum að gera það af miklum metnaði. Það er búið að leggja mikinn metnað í gerð deiliskipulagsins og þeirra kynningarvinnu sem hefur farið fram. Þarna er minnsti þéttleiki sem að við sjáum í uppbroti á landi á höfuðborgarsvæðinu. Það er hvergi svona lítill þéttleiki eins og er fyrirhugaður í þessu uppbroti lands. Við bara stöndum hana mjög framarlega. Við erum að gera ráð fyrir að meðaltali 1,5 bílastæði á íbúð sem er líka telst í nútíma fræðum skipulags bara mjög gott og þar fyrir utan að þá er þetta hryggjarstykkið í því að við getum fengið fengið háhraða almenningssamgöngur hingað upp yfir. Þannig að það er svo mikið í þessu sem er gott fyrir okkur öll. Takk fyrir mig og ég þakka varaforseta fyrir að leysa mig af. Takk. En það er enn opið fyrir umræður þennan lið og er það Jana Katrín Knútsdóttir, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem upp undir sama máli. Mér finnst pínlítið eins og við sem að tala fundargerðina. Svolítið við erum að tala bæði mál 1 og 2, bæði þetta tillögu að deiliskipulagi og svo aðalskipulagsbreytingu. Leyfi forseta, má ég aðeins nýta mér það áfram. Það er reyndar rétt, já, en við erum, deiliskipulagið er fyrsta mál. Já, akkurat. En það má alveg vísa aðeins yfir hitt, það er gefið leyfi fyrir því. Takk fyrir. Mér finnst ekki hægt annað en að minnast aðeins á þennan titring sem að við finnum öll áþreifanlega í bæjarfélaginu okkar út af þessu máli. Þetta er eins og bæjarfulltrúi Dagný kom inn áðan, þá er þetta eitt allra stærsta mál sem við höfum tekist á við í skipulagsmálum í sveitarfélaginu og skiptir okkur öll gríðarlega miklu máli. Mér finnst alltaf pínt óþægt þegar fólk talar að það er engin neyddur til að búa þarna, það er vissulega rétt, en þetta er samt sem áður eitthvað sem hefur áhrif á bæjarbraginn okkar, hefur vissulega áhrif á umferðarflæði og fleira sem snertir okkur öll. Og auðvitað er þetta uppbygging til mjög margra ára, við erum að tala um áratugi, en ég skil samt áhyggjurnar, það er það sem ég er að reyna að segja. Umræðan í sveitarfélaginu hefur verið svona á förnu vegi, verið á þann vegi að þetta eigi að fara í íbúakosningu. Ég er ekki sannfærð að það sé rétta leiðin á þessum tímapunkti. Ég held að fólk hafi ekki forsendur til að taka afstöðu til þessa máls án þess að vera að koma með gögnin í hendurnar og réttar upplýsingar. Þess vegna finnst mér mjög mikilvægt að þetta kynningarferli fari af stað. Mér langar sem allra fyrst
og ég veit að það hefur verið talað um að leggja mjög mikla vinnu í það að fara í mjög ítarlegt kynningarferli. Ég var til að bara heyra kannski pínlítið meira það mál og þá áætlun, hvenær hún fer á stað og svo framvegis, vegna þess að, eins og segi, við þurfum að koma réttum upplýsingum til almennings, þannig að fólk geti tekið upplýsta afstöðu og til málsins. Þetta spilar svolítið mikið tilfinningar, sérstaklega af þeim sem hafa búið í sveitarfélaginu langan tíma. Þannig að þetta eitthvað sem við þurfum að huga vel að. Takk fyrir. Takk fyrir Jana Katrín. Þá gef ég Regínu Ásvaldsdóttur bæjarstjóra orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mig langar að byrja því að hrósa skipulagsfulltrúa Mosfellsbæjar, Kristni Pálssyni, fyrir þetta gríðarlega vandaða deiliskipulag og skipulagsnefnd vegna þess að hér hefur verið unnið að þessu skipulagi langt skeið og það sem að birtast okkur í dag í raun og veru útfærsla á svona ákveðinni þéttingu og landsvæði sem var ákveðið með svæðisskipulagi fyrir mörgum árum síðan og mér finnst það að tekist glæsilega til og ég veit að það hefur verið staðfestan hjá okkar bæjarfulltrúum og hjá okkar skipulagsfulltrúa og metnaður bæði Mosfellsbæjar og landeigenda sem gerir það að verkum að við erum að sjá skipulag sem einstakt. Við erum að brjóta þarna nýtt land. Við setjum inn í skipulagsákvæði græn svæði, yfirleitt eru græn svæði sett kannski sem svona eitthvað fylgiskjal með skipulagi, þarna þetta komið inn í skipulagið og eins og var minnst á hér áðan, þá það náttúrulega skipulagsnefndir framtíðarinnar sem þurfa að standa vörð þetta góða skipulag. Ég skil líka að bæjarbúa sem hafa ekki fengið upplýsingar skipulagið, ekki séð þessi gögn, þrátt fyrir að við höfum auðvitað verið með kynnt vinnslutillögu hér og vorum með opinn fund í janúar í fyrra, að ég skil vel að það sé svona, fólk viti ekki alveg hvað þetta og það heyrir einhverja nýtingartölur sem auðvitað hægt að nýtingartölur eru mjög mismunandi. Það íbúðir á hektara í landinu, íbúðir á hektara á íbúðaflekanum og svo framvegis sem að sérfræðingar kunna betur. En þegar að skipulagið með þessum hætti, svona vandað og metnaðarfullt og tekið tillit til grænna svæða, að þá eru nýtingar hlutföll eða þær tölur, þær skipta kannski minna máli heldur en gæði skipulagsins og bragurinn á svæðinu. En við munum kynna þetta mjög vel fyrir íbúum. Ég reikna með að tillagan, ef hún verður samþykkt núna, samþykkt að fara með hann í auglýsingu, að þá verði það auglýst bara helgina. Á morgun reikna ég með að við verðum komið með vefsíðu þetta verkefni. Við munum halda opnar kynningar, bæði verður náttúrulega almennur kynningafundur fyrir alla íbúa, en fyrir þann tíma þá verður hægt að hitta bæði okkar fólk og fulltrúa arkitekta. Til dæmis, við erum ekki alveg komið með staðsetninguna, við höfum verið að hugsa að opna tíma til dæmis í bókasafninu, þannig að við munum gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að íbúar geti tekið svona upplýsta ákvörðun hvaða skoðun fólk ætlar að hafa á þessu skipulagi. Það eru þetta margir þættir og ef ég tala út frá rekstri bæjarins, af því það kannski það sem svona aðalstarfi mitt, það reksturinn og starfsemin í Mosfellsbæ, að það mun auðvitað muna mjög miklu fyrir okkur þegar til framtíðar litið að vera með fleiri útsvarsgreiðendur til þess að standa undir, svo ég sé bara alveg heiðarleg, til að standa undir rekstri bæjarins. Við höfum séð það til dæmis þegar kemur að jöfnunarsjóði að við erum ekki nógu fá, en við erum samt of fá til þess að ná því besta út úr útsvarinu og það gerðar miklar kröfur til sveitarfélaga varðandi svona sérfræðiþjónustu og annað.
þannig að okkur veitir ekkert af fleiri íbúum til þess að standa undir rekstrinum og þjónustunni. Við getum þá verið með fjölbreyttari þjónustu og en ég hef líka haft áhyggjur af sem sagt, þeim kostnaði sem verður þegar við förum að byggja upp skóla og leikskóla, en ég tel að með þeim samningi sem var samþykktur á síðasta bæjarstjórnarfundi að þá séum við komið með svona góðan og traustan grunn, þannig að við treystum okkur vel til þess að byggja upp þá innviði sem þarf í þessu hverfi. Þannig að til þess að svara spurningunni, við ætlum í svona ítarlega kynningar núna á næstunni og bara strax á morgun vona ég til þess að heimasíðan Blikastaði verði komin í gagnið og bara sem flesta opna fundi til þess að mæta íbúum, svara spurningum, sýna þeim líkön og ræða þessi mál. Takk. Takk fyrir, bæjarstjóri. Það ennþá opið fyrir umræður hjá okkur. Jana Katrín Knútsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls öðru sinni. Forseti, bæjarfulltrúar, takk fyrir þetta bæjarstjóri. Það sem kom kannski ekki fram hjá mér áðan, ég ætlaði að segja það, að mig langar að ítreka það að við erum að sjálfsögðu ekki að samþykkja hvorki deiliskipulagi né aðalskipulagsbreytinguna í dag. Við erum náttúrulega bara að samþykkja það að þetta fari í auglýsingu. Athugasemdirnar eiga sín eftir að koma inn sem að fari síðan í frekari vinnslu, svo verður tekin afstaða til endanlegrar niðurstöðu bæði deiliskipulags og aðalskipulags. Takk. Bæjarfulltrúi Anna Sigríður Guðnadóttir hefur óskað eftir að taka til máls. Já, bara örstutt og það er bara mjög margt búið að koma gott fram í þeim ræðum sem hér hafa verið haldnar. En mér finnst bara svo mikilvægt að undirstrika kannski tvennt að þessi uppbygging í Blikastaðalandi og já, það er rétt sem bæjarstjóri segir, þetta er gríðarlega mikilvægt bara fyrir vöxt og viðgang og sjálfbærni bæjar svo sem Mosfellsbæjar að okkur takist að byggja upp þarna. En þetta verkefni byggir á gömlum merg í raun og veru og ég kannski endurtaka sem einhver hefur sagt hérna, en þetta byggir á náttúrulega samþykktu svæðisskipulag og samgöngusáttmálann líka sem allir samþykktu hér, allir samþykktu í sveitarfélögum í kringum okkur og eins og bæjarfulltrúi Sævar kom svo vel inn á áðan með hágæða almenningssamgöngur. Til þess að borgi sig að leggja þær, þá verður viss þéttleiki að vera og þess vegna er þetta þéttara í kringum þar sem borgarlínustöðin verður heldur en annars staðar í hverfinu. Skjóta líka inn, þetta er fyrsti áfangi. Næsti áfangi skilst mér að þá sé gert ráð fyrir fleiri sérbílum þar heldur en í þessum áfanga. Þannig að við þurfum líka að spyrja dálítið leikslókum þegar við höfum öll deiliskipulögin til þess að skoða. En mér langaði bara svo að ítreka að þetta er ekki eitthvað verkefni sem er að detta af himnum ofan núna. Það er í raun og veru búið að vera að byggja undir þetta verkefni í mörg ár. Og svo er annað sem er bara miklu kannski mikilvægara. Og ég fór að hugsa þetta þegar bæjarfulltrúi Jana Katrín kom hérna upp og fór að tala nú man ég ekki nákvæmlega hvað orð bæjarfulltrúinn notaði, ég vona ég sé ekki að leggja henni ekki orð í munni, mér finnst hún að tala umræðum bænum og eitthvað streitu og stress og tilfinningafólks, þetta getur verið tilfinningalega þrungin umræði einhver, vegna þess að fólk veit kannski ekki alveg hvað það er að fara að sjá. Og ég ætla alls ekki að gera lítið úr tilfinningum fólks og tilfinningalífi. Ég meina, okkur getur fundist alls konar, en það er bara samt staðreynd að fólk bregst við á ýmsan máta. En þess vegna nefnilega er svo mikilvægt að við erum komin á þennan stað að það erum að leggja fram deiliskipulagið til þess að fólk sem er að segja, örugglega í góðum hug og er ekki að reyna að villa í neinni umræðu eða neitt, það heldur bara að hlutirnir séu einhvern veginn. Að núna getum við, það sem er svo mikilvægt, að við getum kynnt okkur upplýsingar að liggja fyrir og staðreyndir.
Þessar staðreyndir eru ekki skoðanir. En þegar við höfum staðreyndir, þá getum við byggjum þá skoðanir okkar á staðreyndum. Og ég ætla ekki bara að fara út í það umræðu hvað það er rosalega mikilvægt bara í öllu okkar lífi nú til dags eins og ástandi í heiminum orðið að staðreyndir liggja að baki þeim ákvörðunum sem við tökum. Og núna er bara komið að því að fólk getur skoðað þetta. Svo langar mér bara í endan að segja að ég er mjög hrifin af skipulagi. En en það eru örugglega ýmislegt sem má líka laga. Og þá er bara frábært að fólk komi með umsagnir og auðvitað eins og bara alltaf þá er faglega tekið á þeim og já, ég held ég sé bara búin að segja það sem mér fannst ég þurfa að segja. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Anna Sigríður. Það er enn opið fyrir umræðu. Já, og það var bæjarfulltrúi Halla Karen hefur óskað eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel. Frú forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér finnst bara það er margt gott búið að segja hér og ég ætla ekki að þylja upp allt sem mér langar líka að segja sem er búið að koma en mér langar kannski bara aðeins að segja út frá mínu hjarta að hafa verið hér í bæjarstjórn núna í 3,5 ár. Ég hef aldrei verið áður í bæjarstjórn, ekki svona alveg dagstaglega, einhvern tíma verið einhver varamaður einhvers staðar. En mér finnst bara algjörlega til fyrirmyndar hvernig þetta deiliskipulag hefur verið unnið eins og er búið að koma fram hérna áður. Hvernig þetta hefur verið komið og okkur hefur verið sýnt þetta og hefur verið fjallað þetta og mér þykir ofsalega gott að vita af því að það hefur verið hugsað sem skiptir svo miklu máli. Við vitum það öll hvað náttúran skiptir miklu máli, það tekið tillit til hennar. Ofanvarslausnirnar, grænu svæðana, fjölskylduvænt umhverfi og ég segi bara eins og bæjarfulltrúi Anna Sigríður þótt ég búi á góðum stað, þá er ég smá skotin í þessu allavega að sjá þetta svona á pappír en minni mitt á sem hefur komið oft hérna fram að við verðum að passa að deiliskipulagið breytist ekki. Ef það verður svona eins og það er. Það tekur kannski einhverjum breytingum en þú veist að breyta ekki eftir að við erum búin að samþykkja hvenær sem það verður. En það sem ég langar líka að segja að í lífinu þá erum við held ég öll sammála að eitt hentar ekki öll. Og við erum ekki eins og það er bara mjög gott. Annars verður lífið og tilveran ekkert mjög skemmtileg. Það er alveg eins út af því að bæjarfulltrúi hérna Jana Katrín talaði að það gæti haft áhrif á bæjarbraginn okkar. Þú veist, þetta að koma með svona þéttingu, eða ég skildi það þannig. Ég er hugsi yfir því að ég veit ekki hvernig það geta haft áhrif á bæjarbraginn. Ég skil vel að fólk sem er búin að búa hérna mjög lengi og þetta var algjör sveit að það hafi svona nú er verið að byggja allt öðruvísi. En við þurfum að hugsa tímarnir breytast og mér fannst svo gott sem kom hérna held ég á síðasta bæjarstjórnarfundi að það var verið að segja svona hugsið tilbaka 25 til 35 ár tilbaka. Hvernig var Mosfellsbær þá? Þá var ekki Helgafellshverfi, það var ekki Leirvogstungan, það var fullt af húsum hérna ekki. Og ég veit ekki hvort að margir hefðu gert sér grein fyrir að svona yrði þetta, en þetta eru breytingarnar og margir sáu að þetta voru mikla breytingar. Nú erum við komin annað og ég vil einmitt halda að bæjarbragurinn geti verið bara mjög góður út af því að ég sem er orðin svona miðaldra og orðið uppkomnar dætur sem eru fluttar að heiman, þær hafa ekki önnur að vísu býr hér í sveitarfélaginu en hinn þurfti að leita eitthvað annað og af hverju? Af því að það var ekki nóg af litlum og svona viðráðanlegum íbúðum í boði. Með þessu þá erum við allavega með fjölbreyttara úrval. Ég get ekki sagt hvort það verður mikið ódýrar eða annað, við vitum það ekki í dag. En ég vil allavega segja, við þurfum fjölbreytta íbúðabyggð og ég vil
ef ég má ráða með mína fjölskyldu og ég veit að mínar dætur vilja, þá vil ég hafa börnin nálægt mér. En auðvitað það alls konar og fólk má búa þar sem það vill. En ég held að þarna þá allavega val til þess að geta búið. Því að það fleira í boði heldur en stærri íbúðir og lágreisbyggð og sérbýli og raðhús. Því að það eitt að langa að búa í raðhúsi eða sérbýli en að geta. Og það bara ekki allir sem geta það. Og svo líka sumir sem vilja það ekki. Og það nenni ekki að eiga stóran garð og annað. Þannig ég held, við erum ekki eins. Við erum með mismunandi þarfir og drauma og annað og við þurfum að hafa val, að geta valið okkur hvar við viljum búa og í hvernig íbúðarhúsnæði við viljum búa. Og þess vegna held ég að þetta hverfi ef við vöndum okkur og ég tek undir orðin bæjarfulltrúanna hérna á undan að það þarf að vanda sig og þetta bara eitt skref og við erum að vanda okkur allan tíma. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Halla Karen. Ég vil árétta það að það eru tvö mál á dagskrá þessarar fundagerðar skipulagsnefndar og auðvitað þetta nátengt. En við erum svona með formlegum hætti, erum við ennþá að tala fyrramáli sem deiliskipulagið. Þannig að til að árétta það fyrir bæjarfulltrúa sem eru kannski búin að tala tvisvar undir þessu lið, að þá gefst tækifæri. Þannig að þetta bara skemmtilegt. Og þar með ætla ég aftur að segja að það opið fyrir umræðu fyrir liðin, deiliskipulagið og Helga Jóhannesdóttir hefur óskað eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem hér undir lið 1. Ef við komum hér upp þá erum við ekki alltaf sammála það sem við erum að ræða, en í þessu tilfelli kem ég undir þessu máli og vil lýsa yfir í sammála því sem að bæjarfulltrúar Sævar Birgisson nefndi hér í ræðu sem áðan. Varðandi nýtt deiliskipulag fyrsta áfanga Blikastaðlands sem að skipulagsnefnd samþykkti til auglýsingar og kynningar sem við ætlum svo að staðfesta eða lagt fram til staðfestingar hér í dag á bæjarstjórnarfundi. Ég hef setið í skipulagsnefnd ásamt Sævar og fleirum síðustu árin og vil segja að þetta hefur verið mjög áhugavert og skemmtilegt verkefni. Þetta er verkefni sem hefur tekið breytingum síðustu árin en ég veit ekki hvað það er kannski of mikið að segja en þetta deiliskipulag eins og við höfum aldrei séð annað eins áður og hérlendis þetta alveg nýtt. Og þetta skipulag sem aðilar hafa unnið vel á. Það hefur verið þverpólitísk. Við höfum öll verið sammála í skipulagsnefnd, þróun á þessu deiliskipulagi og hvernig það lítur út í dag. Og ég ætla bara að hvetja fólk til að kynna sér gögnin sem verða hér birt, mæta á fundina og kynna sér gögnin sem verða þar, bæði hérna á kynningarfundunum sem eins og Regína bæjarstjóri nefndi hér áðan og þá íbúafundum sem verða, að kynna sér gögnin áður en að fólk kannski mótar sér skoðanir á þessu deiliskipulagi. Af því þetta alveg einstakt deiliskipulag. Mjög áhugavert og mjög vel unnið. Takk fyrir. Takk fyrir það, Helga. Það ennþá opið fyrir umræðu ef einhver vill tjá sig aftur eða í fyrsta sinn deiliskipulagshluta fundagerðarinnar. Svo ekki. Þá ætla ég að loka fyrir formlegri umræðu deiliskipulagstillöguna eins og hún liggur fyrir og opna fyrir umræðu á lið 2 sem auglýst eða tillaga að auglýsa breytingu á aðalskipulagi. Það opna fyrir umræðu þann lið ef einhver vill óska eftir að taka til máls. Jana Katrín. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, þar sem ég varð uppskroppin með tækifæri til að koma upp áðan undir fyrirliðnum, þá hvað ég stökkva upp núna. Rétt aðeins til þess að fá að bregðast við, annars vegar því sem kom fram máli bæjarfulltrúa Unnusýrjar og svo Höllukarinnar, segir þú, já. Sko það tvennt, af því að ég nefndi að þú varst að spyrja hvað ég ætti við varðandi bara bæjarbraginn. Já,
það sem ég á við í rauninni þarna er að við erum auðvitað með tíð og tíma á þessum áratugum, þá erum við að renna saman nánast við Reykjavík. Það er það sem ég á við. Það er eitthvað sem er stórt í hugum Mosfellinga. Það er bara þannig, það er bara staðreynd. Hitt var það að það kom fram í máli bæjarfulltrúa Önnu Sigríðar, það var varðandi næsta áfanga, að þú talaðir að það yrði lágreistari byggð og meira sérbýli þar. Það sem ég hef áhyggjur af varðandi aðalskipulagið er að samkvæmt þessari breytingu þá erum við að samþykkja að byggingamagni verði þarna upp til 46 íbúðir á hektara. Í þessum fyrsta áfanga er hann ekki nema 35 cirka, sem hlýtur að þýða að í seinni áfangum sé meira magn. Þannig ég bara þetta vakti mig til umhugsunar af hverju það væri minni byggð í næsta áfanga. Afsakið. Hvað? Takk. Ertu búin? Já, Já. ok, afsakið, það var smá eftir fundarhlýði eða? Nei, ég Nei. var bara að fá kannski að svara. Sjálfsagt. Þú nefndi Já, mig. Sko. sjálfsagt mál. Þú, ég gefur orðið til þess að bregðast við. Já, forseti, samkvæmt mínu skilningi þá er þessi tala sem hefur verið nefnd upp á 46 íbúðir. Ég hef séð hana nefnda hér á samfélagsmiðlum að hún sé ekki rétt. Talan sé 35 eða 6 íbúðir. En hérna, já, ég vildi bara segja þetta. Takk fyrir. Þá ætla ég að gefa Regínu orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það eru 2 tölur í gangi. Það er 46 íbúðir á hektara á íbúðaflekum. Yfirleitt þegar verið að tala hvað eru margar íbúðir á hektara, að þá nota maður landið sem verið er að skipuleggja og þá erum við að tala 35 eða 6 íbúðir á hektara. Þannig að það er fleiri en ein skilgreining á tölum og þess vegna höfum við og ég líka, við höfum verið bara að spyrja af hverju er þetta misræmi, en þetta er svarið við því. Það er annars vegar íbúðafleki og hins vegar bara landið og þú þarft þá að bera saman þegar verið er að bera saman svæði, ólík svæði, að þá þarf auðvitað að vita hvort að við erum með grænsvæði á skólana og allt þetta með inn í svæðinu eða hvort að við erum bara að taka einhverjar, götur og einhverjar sneiðmyndir af hverfanum. Takk fyrir þessa útskýringu, Regína. Það er áfram opið fyrir mælendaskrá ef einhver vill taka til máls. Nei, mér sýnist bara allir vera búin að tala sér satta. Það er ljómandi gott. Þá leggjum við fram þessa fundargerð til staðfestingar. Ég vil ítreka það í ljósi þess sem komið hefur fram í umræðum að það er, við erum að staðfesta þá ákvörðun skipulags- og umhverfisnefndar að nýtt deiliskipulag fyrsta áfanga Blikastaðalands sé auglýst og kynnt í samræmi við 41. og 31. grein skipulagslaga. Og það sama á við breytingu á aðalskipulagi að við erum að staðfesta samþykki skipulags- og umhverfisnefndar sem samþykkti samhljóða að nýr rammahluti og aðalskipulagsbreyting skuli auglýst og kynnt í samræmi við 31. grein skipulagslaga. Og ég legg hér með fram þessa fundargerð til staðfestingar. Þeir sem staðfesta hana gefa merki. Og það eru 11 hendur á lofti. Ég þakka fyrir góðar og málefnalegar umræður og það er óskað eftir fundarhléi.
Við hefum þá fund að nýju og áður við fórum í fundarhlið þá greiddum við atkvæði staðfestingu fundargerðar skipulagsnefndar og bæjarstjórn er sameiginlega hér með bókun undir afgreiðslu þessarar fundargerðar sem hljóðar svo. Bæjarstjórn þakkar fyrir fagleg vinnubrögð við vinnu skipulagsins. Hér leggur Mosfellsbær fram deiliskipulagstillögu þar sem nýtt land er brotið undir byggð. Tillaga deiliskipulagi Blikastaðalands markar einnig nýmæli í skipulagsgerð á landsvísu með því að náttúrumiðuð hönnun er burðarás í mótun byggðarinnar. Skipulagi byggir á samþættingu byggðar, landslags og umhverfis, þar sem græn svæði og blágrænir innviðir mynda samfellt net almenningsrýma, útivistarsvæða og vistlegra dvalasvæða í nánum tengslum við íbúðir. Framundan er opið og markvisst kynningar og samráðsferli þar sem íbúum og öðrum hagsmunaaðilum gefst raunverulegt tækifæri til þess að hafa áhrif á mótun skipulagsins. Kynningaferlið er einn lýðræðislegasti þáttur í skipulagsvinnu sveitarfélaga og byggir á virkri, þátttöku, gagnsæi og samtali. Þá þakka ég bæjarfulltrúum fyrir umræðu undir þessum lið og við höldum áfram með bæjarstjórnarfundinn því að það er fleira á dagskrá og auðvitað er búið að henda mér út úr fundagáttinni. Forseti áttaði sig ekki á því að það gerist í svona fundarhlíum. En næsta dagskrá eru fundargerðir til staðfestingar og mér taldist til að við værum með 15 slíkar fundargerðir og ég byrja á því að opna fyrir umræðu fundargerð, ég með þetta hérna til flætt, takk samt. Það er 275. fundur stjórnar slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu. Þessi fundur fór fram 31. október. Það er einhver sem vill tjá sig þennan fund. Svo er ekki og þá er þessi fundargerð lögð fram. Ég sé að ég hoppa hérna til, alveg sér hressilega. Þá stóðu sem búin að afgreiða þetta. Þannig að ég var ekkert með þetta að skrifa niður svona flott eins og ég hélt. Svo fyrsta fundargerð til kynningar er fundargerð 694. Fundar bæjarráðs. Hún er hér lögð fram til kynningar sem er óvanalegt en ekki án fordæma og er það vegna þess að efni þessa fundar var staðfest á síðasta bæjarstjórnarfundi. En þá á þeim tímapunkti var ekki hægt að birta fundargerðina og við töldum því rétt að hún sé lögð fram svona til kynningar hér. En það þýðir að og það er opið fyrir umræðu ef einhver vill tjá sig efni þessa fundar. Svo er ekki og þar með telst fundargerð 694. fundar bæjarráðs lögð fram. Þá ætla ég að biðja varaforseta að leysa forseta af hólmi svo hægt sé að vinda sér í næstu mál sem er fundargerð fundarstjórnar Strætó BS. Ágæti forseti, ég vil byrja á því að óska eftir heimild forseta til þess að tala bara sameiginlega, greina frá helstu atriðum í þessum 7 fundargerðum stjórnar Strætó. En síðan þarf ef fólk vill tala þar þá þurfa takk fyrir kærlega. Já, eins og ég sagði þá liggja hérna fyrir fundinum 7 fundargerðir fundar stjórnar Strætó og mér langaði kannski ég ætla bara að fara hérna yfir, þarna voru þá bæði svona venjulegir fundir ef maður getur sagt sem svo og síðan eru 2 mál sem að hafa kallað á mikla aukavinnu hjá stjórn Strætó, aukafundi hjá okkur. Og það er fyrst og fremst það hleðsluútboð sem að var farið í. Þetta er angi af stærra útboði sem að við fórum í akstur
þar sem að við aðskildum þetta og fórum í 2 mismunandi útboð. Niðurstaðan í þessu máli var sú að þau tilboð sem bárust voru, þeim var öllum hafnað og ákveðið að fara að stað í nýtt ferli. Þetta þýðir auðvitað vissar tafir á uppbyggingu hleðsluinnviða en við teljum okkur samt ennþá vera innan tímamarka þannig að miðað við þær fyrirætlanir sem þjónustuaðilar okkar hafa rafvæðingu vagnanna. Þannig að þó svo að þessu siggi aðeins þá eru tímalínan okkar varðandi rafvæðinguna á ekki að líða fyrir það. Þannig en ég vildi vekja sérstaklega athygli á þessu, það fer þá vonandi að koma síðan bara fljótlega, mér skilst það, já, ef ég man tímalínuna rétt núna, þá erum við semst að fara að fá niðurstöður úr nýju útboði í febrúar-mars og vonandi gengur það bara vel. Síðan annað mál sem að núna farið að rúlla af stað sem að mig langaði til þess að segja ykkur aðeins frá og það stofnun nýs félags almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu sem heitir því frumlega nafni Almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu OHF. En við erum semst byrjuð í vinnu við yfirfærslu á starfsemi og rekstri frá Strætó BS yfir í þetta nýja félag. Þetta hefur kallað á, eins og gefur að skilja, talsverða vinnu, enda ákveðið flækjustig þegar verið að færa eignir og skuldbindingar úr byggðarsamlagi sem einstakt félagaform sem lýtur öðrum lögum og reglum heldur en önnur fyrirtækjaform á íslensku markaði. Þetta eitt af því sem að hefur kallað á þessa fjöldamörgu fundi, seinni hluta ársins. Síðan erum við með þarna líka árslutauppgjör, 9 mánaða uppgjör, sem í takti við væntingar. Það sem við höfum verið að sjá svona ákveðin breyting á neyslumynstri. Það að segja, það hefur dregist mjög saman sala á árstíðakortum eða svona þessum stærsta vöruflokki. Það að segja, dýrasta vöruflokknum að kaupa bara árskort á rúmar 100.000 krónur og fólk komið meira í þessa mánaðar áskrift. Og það hefur verið tekin markviss ákvörðun það hjá stjórn Strætó að færast í þessa áttina. En svo eru það síðan ákvörðunir sem að við leiðum inn í hið nýja félag því að þetta nýja félag sem hefur aðkomu ríkisins sem að við fögnum mjög að sé loksins komið að borðinu í rekstur almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu eins og þau eiga aðild að rekstri almenningssamgangna annars staðar á landinu að auðvitað færast svona ákvarðanir áfram síðan inn í þetta félag. En eins og ég segi það voru svona 2 hefðbundnir fundir þarna inni. Glöggir bæjarfulltrúar taka kannski eftir því að vagnastaða nefnd þarna líka reglulega í þessum fundagerðum og það vissulega bara áskorun sem við stöndum áfram frammi fyrir þar sem að Strætó mun vera að keyra eitthvað áfram en við erum að vinna að lausn á þeirri áskorun aftur með hinu nýja félagi og ég bara vonast til að geta sagt ykkur meira frá þeirri vinnu á komandi mánuðum. Það var ekki meira sem ég vildi sagt hafa en ég ætla að stíga til hliðar ef að einhver með spurningar til mín og meðan að Dagný í forsæti. Eru fleiri sem vilja ræða efni fundagerða? Þá að ekki bara telja allar raunna. Við erum fyrst með mál 5, það fundagerð nr. 413, það fundarstjórnar Strætó BS. Eru fleiri sem vilja ræða mála þessari fundagerð?
þá er hún lögð fram. Og þá komum við að máli 6, fundargerð 414. Það er það stjórnarfundur Strata BS og það eru fleiri sem vilja ræða efni hennar. Þá er hún lögð fram. Og þá komum máli 7, fundargerð 415. Það sem er þá einnig fundur stjórnar Strata BS og einhver sem vil ræða málefni hennar. Þá er fundargerðin lögð fram. Og þá kom máli 8, fundargerð 416. Enginn kveður sér hljóðs og þá er fundargerðin lögð fram. Og í máli 9, fundargerð 417. Enginn kveður sér hljóðs og þá er fundargerðin lögð fram. Og máli 10, fundargerð 418. Enginn kveður sér hljóðs og fundargerðin lögð fram. Og 11. mál dagskrá að fundargerð 419, fundur stjórnar Strata BS. Enginn kveður sér hljóðs og fundargerðin lögð fram. Þá er þessum liðum lokið og við myndum okkur í næsta mál dagskrá. Já, takk fyrir þessa aflýsingu, bæjarfulltrúi Dagný. Þá erum við komin að 12. dagskrárlið sem ég bar upp áðan, en kannski hefur einhverjum snúist hugur og langar núna að tala 275. fund stjórnar slökkviliðsins. Svo er ekki og fundargerðin er lögð fram. Þá er komið að 277. fundargerð slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Er einhver sem vill tala þá? Svo er ekki, fundargerðin er lögð fram. Þá komum við að 14. lið, fundargerð 142. fundar svæðisskipulagsnefndar höfuðborgarsvæðisins. Einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki og fundargerðin er lögð fram. Þá vindum við okkur í 15. lið sem er fundargerð 55. Eigendafundar Strætó BS. Einhver sem vill tjá sig þennan dagskrárlið? Svo er ekki og fundargerðin er lögð fram. 16. mál á dagskrá, fundargerð 620. og 20. fundar stjórnar samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Einhver sem óskar eftir að taka til máls? Svo er ekki, fundargerðin er lögð fram. Fundargerð 991. fundar stjórnar sambands íslenskra sveitarfélaga. 17. mál á dagskrá. Er einhver sem óskar eftir að taka til máls? Svo er ekki og fundargerðin er lögð fram. Og þá er síðasta mál á dagskrá þessa fundar, fundargerð 433. fundar samstarfsnefndar skíðasvæðanna. Er einhver sem óskar eftir að taka til máls? Svo er ekki og fundargerðin er lögð fram. Þá er dagskráin af þessum 887. fundi bæjarstjórnar Mosfellsbæjar lokið og ég þakka bæjarfulltrúum fundarsetuna og góðar og málefnalegar umræður og slít fundi klukkan 18:36.